Í fyrra Korintubréfi 10. kafla 13. vers segir: Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yðar megn fram, heldur mun hann, þegar hann reynir yður, einnig sjá að þér fáið staðist. Kristur mun aldrei yfirgefa þá sál sem hann hefur dáið fyrir. Sálin kann að fara frá honum og vera yfirbuguð af freistingu, en Kristur getur aldrei snúið sér frá þeim sem hann hefur greitt fyrir lausnagjald með eigin lífi. Væri hægt að örva andlega sjón okkar, gætu við séð sálir niður beygðar af áþján og íþyngdar af sorg, að kikna eins og hestur undir þyngri byrði og að því komnar að deyja í kjarkleysi. Við munum sjá engla fljúga hratt til hjálpar þessum einstaklingum sem standa eins og á klettabrún í eldi freistinga. Englar frá himnum þröngva tilbaka herskurum hins illa sem eru umhverfis þessar sálir og leiða fætur þeirra á hinn örugga grundvöll. Orusturnar sem háðar eru milli þessara tveggja herja eru eins raunverulegar og herir þessa heims eiga með sér, og eilíðar örlögin eru háð útkomu hinna andlegu baráttu. Orð þessi eru tölu til okkar eins og Péturs: Satan krafðist yðar til að sælda yður eins og hveiti, en ég hef beðið fyrir þér til þess að trú þín þrjóti ekki. Guði séu þakkir að við erum ekki látin ein. Við erum að koma að örlaga stundinni. Við skulum standast prófið karlmannlega, grípa í hönd óendanlegs máttar. Guð mun vinna fyrir okkur. Við þurfum aðeins að lifa einn dag í einu, og ef við kynnumst Guði mun hann gefa okkur styrk til þess sem kemur á morgun, næga náð fyrir hver dag, og hver dagur mun eiga sína sigra eins og reynslur. Við munum hafa kraft hins hæsta með okkur, því að við munum vera íklædd herklæðum réttlætis Krists. Við eigum hinn sama Guð sem hefur unnið fyrir fólk sitt á liðnum öldum. Jesús stendur við hlið okkar og munum við þá hrasa? Nei, þegar reynslurnar koma, kemur kraftur Guðs með þeim. Í versinu á undan segir Páll: Sá hyggst standa, gæti því vel að sér, að hann falli ekki. Þessi ummæli kunna að valda sumum áhyggjum. Páll er hér að hvetja okkur til að forðast synd og gera ekki ráð fyrir að hjálpræði færi okkur friðhelgi frá afleiðingum eigin hegðunar okkar. Samhliða öðrum ummælum Páls þjónar það einnig sem viðvörun til þeirra sem eru hrokafullir eða kæruleysir stöðu sína í Kristi. Freistingar eru fastur liður í lífinu. Löngun okkar til að synga getur stundum verið svo miklu öflugri en löngun okkar til að gera það sem er rétt fyrir Guði. Hvað ef við getum ekki staðist? Hvað ef, eins og sumir segja, Guð setur okkur í þá stöðu að mótstaða er ómöguleg? Atburðarás þar sem við höfum ekki raunverulegt val, annað en að synga, eða að minnstakosti engin von að standast freistinguna. Til að bregðast við slíkum ótta veitir Biblían fullvissu. Að sigrast á hverskins freistingu er algjörlega mögulegt. Það á við hvern kristinn mann. Í fyrsta lagi bendir Páll á að ekkert okkar er freistað með neinum öðrum hætti en allir aðrir, í þeim skilningi að löngun okkar til að synga, hvaða einstaka mynd sem hún tekur á sig, er algeng og venjuleg. Það hafa ótal aðrir upplifaði gegnum kynslóðurnar samskonar freistingar. Okkur er hvorki meira né minna freistað en þeir sem á undan okkur komu eða ganga með okkur. Reynslan af mannlegum freistingum er hluti af því að gera samband Krists við okkur traust. Í öðru lagi er Guð á okkar bandi. Hann elskar okkur. Hann bíður ekki eftir því að við bregðumst. Hann er tilbúinn að hjálpa okkur. Ein leið er að vinna með virkum hætti í lífi okkar til að koma í veg fyrir að við freistumst umfram það sem við getum staðist. Við trúum kannski ekki alltaf að við getum sigrast á freistingum,
Satan gæti hvatt okkur til að líta á sumar freistingar sem ómótstæðilegar. Guð lofar að við getum í krafti Heilags Anda brugðist við hvers kyns freistingu. Að lokum bætir Páll við þetta loforð að Guð muni alltaf hafa leið til að komast undan hverri freistingu sem stendur frammi fyrir okkur. Ef við leitum leiða til að segja nei við hvaða synd sem knýr okkur, lofar Guð að við munum finna hana. Í sumum tilfellum gæti það þýtt bókstaflega að koma sér út úr aðstæðum eins og Jósef hljóp í burtu frá konu húsbónda síns. Guð virkur að vinna að því að hjálpa þeim sem í Kristi, sem vilja gera það sem rétt og að ná árangri. Auðvitað getum við hafnað hjálp Guðs við að sigrast á freistingum ef við veljum að gefa eftir af ásettu ráði, og það að lokum það sem öll synd vísvitandi val að gera eitthvað annað en það sem Guð vill. Þess vegna þurfum við að vera stöðug í honum, þannig að okkar vilji sé í samræmi við vilja hans.